Gjörðu svo vel. Hér Syngor fyrir. Takk fyrir, Kristbjörg heiti ég og heyrnarfræðingur upp á Heyrnar- og talmeinastöð og ég ætla að byrja. Ég ætla að byrja aðeins að tala tíðni heyrnarskerðingar hjá börnum bara í heiminum. Á hverju ári fæðast í heiminum 1 til 3 börn á hver 1000 með heyrnarskerðingu. Við 6 ára aldur eru þessi börn orðin 6 til 7 á hver 1000. Það má gera ráð fyrir því á heimsvísu séu 34 milljónir barna með heyrnarskerðingu. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telur að þessar tölur eigi eftir að hækka í framtíðinni vegna þess hve útsett ungt fólk fyrir hávaða. Þegar við skoðum Ísland þá sjáum við að við á Heyrnar- og talmeinastöð erum með tæplega 200 börn á okkar lista með heyrnarskerðingu. 1/4 af þeim hóp greindur á fyrstu 3 mánuðum ævi sinnar. 2/4 hópsins eru greind fyrir 4 ára aldur og 3/4 eru greindir fyrir 7 ára aldur. 1/4 af þessum hóp greindur milli 7 til 18 ára aldurs. Þetta sá hópur sem við myndum vilja gjarnan greina fyrir. Árið 2015 vorum við með á skrá rúmlega 250 börn. Árið 2023 eru börnin tæplega 200 með heyrnarskerðingu. Möguleiki að við séum að missa af þessum 50 börnum? Hvar eru þau? Við vitum það ekki. Samkvæmt skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar frá 2021 viðmið heyrnarþjónustu þá mæla þeir með að við séum að greina þessa hópa. Nýbura og ungbörn, leikskólabörn, skólabörn, fullorðið fólk sem hefur starfað eða búið við slæma hljóðvist og fólk sem hefur þurft að fara á lyf sem geta haft áhrif á heyrn og hópur aldraðra. Hver staðan á Íslandi? Við skimum markvisst nýbura en það bara það. Með þessu þá erum við að skipa okkur í hóp, erum við ekki á sama stað á þau lönd sem við viljum vera og berum okkur saman við. Áður en lengra en haldið þá langar mig til að greina í stuttu máli frá mununum á skimun og mælingu. Það að skima, það að leita. Með skimum erum við að flokka börn í 2 hópa, þau sem heyra og þau sem heyra ekki. Með heyrnarmælingu erum við síðan að kortleggja vandann. Hversu mikil heyrnarskerðingin, ástæða heyrnarskerðingarnar og svo framvegis. Nýburaskipun. Nýburaskimun fer þannig fram að við setjum bara tappa í hlust, hljóðin í hlust og við fáum svar frá ytri hárfrumum ef þær eru í lagi. Kostir þessarar skimunar að við lækkum greiningaraldur barna, við erum að ná börnum sem voru með einhliða heyrnarskerðingu miklu fyrr en við gerðum áður. Þessar mælingar eru nákvæmar, öruggar og fljótlegar. Það eru gallar. Við náum til dæmis ekki vægum heyrnarskerðingum og við náum ekki heyrnarskerðingum sem við köllum svona taugaskerðing sem á rætur að rekja í heyrnartaugina. Skólaskimun. Í skólaskimun þá krefst þátttöku barna. Þau heyra tóna sem þau að láta vita hvort þau heyra eða heyra ekki. Og tónarnir eru gefnir á fyrirfram ákveðnum tíðnum sem skipta máli upp á talað mál. Ef börn ná viðmiðum talað að þau séu eðlilega heyrandi. Ef þau ná ekki viðmiðinu þá eru þau vísað áfram í frekari mælingar og frekari skoðanir. Kostir þessara mælingar að við náum börnum sem stóðust nýburaskimun fyrr og í byrjun skólagöngu. Vissulega eru gallar, einhverjir gallar, já örugglega, en
Vissulega þarf að huga að mörgu áður en hægt að innleiða þetta, en við megum ekki gleyma því að bæði verklag og reynsla til frá fyrri tíð. Og í mínum huga þetta ekki spurning kosti eða galla, lífsgæði og velferð þessara barna undir. Staðan á Íslandi í dag. Heyrnar- og talmeinastöð hóf nýburaskimun árið 2007, nánar tiltekið í apríl. Við erum að greina 1 til 7 börn að meðaltali á ári og við náum að mæla alveg rúmlega 90% barna á landsvísu. Skólaskimun á heyrn barna var hætt árið 2011-2012. Hér ég með smá línuritt og á X ás aldur barna í árum. Á Y ás fjöldi heyrnarskertra barna með heyrnarskerðingu. Appelsínugula línan sýnir fjölda barna með heyrnarskerðingu eftir aldri árið 2015. Gráa línan sýnir fjölda barna með heyrnarskerðingu eftir aldri árið 2023. Hvað gerðist hér? Af hverju erum við með færri greind börn 2023 en 2015? Jú, hér hættum við skólaskimun barna. Hvar eru þessi börn í dag? Þetta línurit, ég ætla að setja það aftur á, þetta línurit undirstrikar þann ótta sem ég hef haft í mínu starfi sem heyrnarfræðingur að við séum að finna umtalsvert færri börn í dag en áður og þau að finnast seinna. Heyrnarskerðing nefnilega eitthvað sem ekki sést utan á börnum. Það að við séum ekki að finna þennan hóp sem upp á vantar veldur mér áhyggjum. Þar sem við vitum að ómeðhöndluð heyrnarskerðing hefur víðtæk áhrif á líf barna. Á þessari glæru vil ég undirstrika þessa þætti sem liggja undir á þessum mótunarárum barna og gefa samstarfskonu minni Ösp orðið.